þorpið í, velkomin sértu þorpið í, velkomin þorpið í. Við erum stödd á æfingu hjá 7. flokki kalla. Þeir eru að fara að keppa á góðmótum helgina og hér er ein mamma og lítil systir sem er að fylgjast með stráknum á fótboltaæfingu. Og þú heitir? Dagný Ingólfs. Ertu stressuð fyrir mótinu? Er þetta fyrsta skipti sem að strákunni er að fara að keppa? Já, þetta er fyrsta skipti. Og já, þetta með pínu stressaður. En kannski spenningur hjá stráknum? Já, mjög mikil spenningur. Þú verður náttúrulega örugglega hérna helgina og fylgjast með? Já, við gerum það, báðir foreldrarnir. Og kallir svona temmilega inn á völlinn? Já, gerir það. Verður svo stutt að miða, ætlar þú að koma og horfa á? Herru, takk fyrir að gangi ykkur vel. Já, takk fyrir. Óðinn Valsson, mér finnst það eins og ef að góðamót annars er eins og þú sért alltaf þetta. Hvað áttu mörg börn? Já, ég á 2 svo vitað sé, en það er nú svo með þessi góðamót og aldursmunin á milli þeirra, þeir fá stundum að taka þátt hjá hvor öðrum í mótum, þannig að þess vegna er ég hér. Þetta er líka svo hrikalega gaman. Já, þetta er bara tóm gleði. Þetta er eingöngu gleði og það er náttúrulega frábært að sjá þessa stráka fulla af orku og hamingju og þeir eiginlega veita manni svona smá innblástur og maður smitast svolítið að þeim og maður kemur alltaf glaður og ánæður eftir góðamót heima sunnudegi þegar öllum störfum er lokið. Þegar þú ert svona á góðamóti, langar þig til þess að verða ungur aftur? Ég er náttúrulega ungur sko, en ég var alveg... Ég meinti yngri, svona eins og þeir. Já, klárlega. Ég er samt ekki viss að maður hafi haft þessa orku svo þessi drengir hafa. Mér finnst þeir alveg gríðalegir orkuboltar og mér er nú minnist þetta þegar ég var ungur og var að sparka bolta hér á Húsavík í gamla daga. Þá var byrjað að æfa þegar að snjóa listi á vorin og síðan voru þessi Norðurlandsriðil, það voru ekki svona mörg mót, þannig ég hugsa að þessi samhengi á milli að menn þeir æfa meir í dag og taka þátt í fleiri mótum og það gefur bara betri árangur og meiri orku. Þannig að þú ert klár fyrir helgin og þú kemur til með að mæta hérna og þenja rafböndin svona temmilega. Já, ég er í hlutverki liðstjóra þannig að ég ætla nú að reyna að fara eftir þeim reglum sem að foreldrum er sett að reyna að halda mér á móttunni. Ég lofa svo sem ekki að ég læt ekki í mér heyra sko, en jú, sennilega verður maður allus, maður öskrar náttúrulega áfram Þór, maður hvetur alla, ekki bara einn heldur alla. Og röddin, hún hljómar oft hérna á Þórshöllunum, ertu farin að æfa fyrir sumari? Já, ég er í strangri raðþjálfun og við erum að fara yfir texta og lagaval fyrir sumarið og við ætlum að reyna að taka þetta með trukju og við ætlum að reyna að halda bara að missa sem fæst stig, það er að segja við ætlum að vinna flest alla heimaleiki, kannski 1-2 jafntefli, ég get ekki lofa meiru en við erum að æfa þetta, við erum að fara yfir reglurnar, eina sem að breytist verður að við segjum því miður ekki velkomin í Pepsi-deildina en við gerum það ári. Gerum við ekki bara í haust, verður við ekki bara tralla aftur áfram Pepsi? Það verður skálað í Pepsi í haust, ég get lofað þér því. Og takk fyrir og gangi ykkur vel um helgina. Takk að kærlega sömuleiðis. Anna Stefánsdóttir, hvernig lífið núna þú ert að fara á enn eitt góðamóti? Þau eru mörg búin hjá bæði strákum og stelpum. Já, herðu, þetta er bara frábært, þetta er rosalega gaman að vera hérna. Þetta er frábært að horfa þessu ungu drengi og stúlkur að spila á góðamótum. Það er kannski fátt annað rætt á þínu heimili þessa dagana heldur en fótbolti og góðamót? Já, það er rétt hjá, það er bara fótbolti og góðamót sem er rætt á mínu heimili þessa dagana, þannig að þetta er bara mjög skemmtilegt. En er það ekki bara allt í lagi líka? Jú, ekki spurning. Má búast þig að þú mætur um helgina? Ekki spurning. En hvernig líst þér svona heilt yfir bara á þetta hjá strákonu þínum hérna í 7. flokki? Lítur ekki vel út? Mjög svo, ég er rosalega ánægð með það. Þjálfarnir frábærir og hafa staðið sig bara rosalega vel. Og hópurinn flottur? Ekki spurning, þetta er frábær hópur. Þannig að takk fyrir og gangið vel. Takk sömuleiðis. Það er að koma skilaboð. Það er að koma skilaboð. Þórsar að voru að skora mark.
Þórsarar voru að skora mark, voru að skora mark. Gamla góða stefið, gildir hvað sem allir geta gefið meira af sér. Áfram veginn leiða, eins og pólfari, allar leiðir meira. Það var að koma skilaboð, hvaða skilaboð? Það var að koma skilaboð, hvaða skilaboð? 3-0 fyrir Þórsarar, 3-0 fyrir Þórsarar, 3-0 fyrir Þórsarar, 3-0 fyrir Þórsarar. Strákar, þeir eru að fara að keppa helgina, er allir klárir? Já. Hvað heitir þú? Aron? Ertu alveg klár? Já. Hvernig þjálfari er Steini? Hann er alveg fín sko. Og þú heitir Aron, hvað heitir þú? Viðar? Ert þú klár í slagi? Já. Ertu að taka þátt í fyrsta skipti í góðamóti? Nei. Og komið áður? Já. Og hvernig gekk? Bara vel. Og það er allt reddi núna? Já. Hvað heitir þú? Ég heiti Bergsveinn. Ert þú klár? Já. Er Steini alveg með þetta í teskið eins og þið segja körfuboltamenn? Er þetta allt klárt núna? Þannig að það er ekkert nema bara að mæta og taka þetta? Já, auðvitað. Hvað heitir þú? Logi? Ætlar þú að mæta á góðamóti til að vinna? Já. En ef þið vinni ekki, hvað þá? Veit ekki. Þá bara taka eins og kallmenn. Já. Hvað heitir þú? Ragnar? Ert þú klár? Já. Heldur þið vinni móti eða viltu spá? Já, ég held við vinnum. Strákar, takk fyrir gangið vel. Strákar. Steini, ég heyri að þú ert orðinn álröllus eftir æfinguna, en það er allt klárt. Það er allt klárt, við erum búin að æfa og bíða eftir þessi allan vettur og mikil tilhlökkun hjá strákunum og sjálfsögðu leggum að þessi allan fram á generalpröfunni hérna á æfingunni, en það er allt klárt, það er alveg á hreinu. Ég heyri þá á strákunum sem var að tala við hérna á þann að þeir eru búin að bíða allan vetturinn eftir þessu, þeir eru spenntir. Já, þeir eru gríðarlega spenntir eins og ég segi, við erum búin að bíða í allan vettur og æfa í allan vettur, stíft fyrir þetta og þetta er svona góðamóti segir okkur að sumarið er framundan og strákarnir eru búin að vera stilla saman strengi og æfa sig að spila saman og hlakka mikið til. Ég heyri það líka, sko, ég fekk á hérna til að þeir tóku þetta Mjölnismannasöng þannig að þeir eru líka, já, þeir eru farnir að hitta upp fyrir stóru keppninu í sumar. Já, þeir eru þar sem Mjölnismenn eru, þar eru þeir nálægt og taka þátt í allir gleðinni og söngnum og kunna þetta utan og sennilega betur en Mjölnismenn á mörgum leikjum. Þeim leiðist kannski heldur ekkert að maður sé nú hérna Steinar á og til hérna að snigla þó að sé í skóla fyrir sunnar, þannig að þeim leiðist ekkert að hafa hann hérna innan seilingar. Nei, Steinar er náttúrulega okkar allra og þeirra líka og allir dýrka hann og dá sem þekkja hann og örugglega fleiri. En Steini, það er allt klárt þannig að það er ekkert annað að gera en að mæta á föstudaginn og njóta helgarinnar. Nei, við mætum galvaskir með Þórshjarta á réttum stað og njótum helgarinnar. Þetta verður frábært og bjóðum alla velkomna frá Reykjavík og allstaðar aða hérna í Bogan. Svo flottu aðstöðu og okkar flotta svæði. Steini, takk fyrir að gangið ykkur vel helgina. Takk fyrir það.